Þórey Vilhjálmsdóttir, formaður Landssambands sjálfstæðiskvenna. Hvað eru svona ykkar áherslur í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga? Það sem ég var að fara yfir í ræðinu minni aðalega svona staða kvenna í flokknum og hvaða skiptir miklu máli að við tölum svona opinskátt það að við þurfum að bæta okkur í jafnréttismálum, bæta hag kvenna í flokknum og fá konur til jafns á við karla í forystu. Það svona það sem við höfum verið að leggja áherslu á og annað sem skiptir miklu máli að konur og karlar standi saman í því. Og ég finn fyrir mjög miklu meðbyr hér frá körlunum sem við erum núna hvetja til þess að taka þátt í jafnréttisbaráttunni með okkur til þess að þeir vilja vera með, þeir vilja taka þátt í þessu því að auðvitað finnst körlum ekkert síður en konum vont að það halli svona á konur í forystusætum. Þannig að það mjög gott að fá svona samhljóm í það. Viljum við kynjaskipta lista í framtíðinni? Já, það einmitt það sem ég talaði í ræðunni, að við viljum ekki kynjakvóta. Það ekki leiðin sem við viljum fara. Við viljum fara leið þess að hvetja, hvataleiðina. Og í því felst að allir taki saman höndum, allir tali fyrir því að það sé mikið tækifæri í því að fá konur með og að konur taki forystusæti. Og það þá gert með því að það þurfa allir að gera það. Ég minntist á Reinfeldt, forsætisráðherra Svíþjóðar, sem formaður móti raðalna. Hann talar fyrir þessu bæði heima og alþjóðavettvangi að konur sé eitt stærsta tækifæri allra þjóða, þáttaka þeirra. Og ég held að við séum bara að fara þá vegferð, sjálfstæðismenn og konur, að fá fleiri konur með. Hvað getur sjálfstæðisflokkurinn haft fram að færa í jafnréttisbaráttunni? Ég fór einmitt yfir það í ræðunni að sjálfstæðisflokkurinn hefur nú staðið fyrir einkarekstur og stærsta og mesta jafnréttisskrefið núna á næstu árum verður það að setja einkarekstur inn í þessar svokölluðu kvennastéttir, heilbrigðisgeirann og menntakerfið. Að við förum að stuðla einkarekstri þar, því þá verða konur, fjöldi kvenna munu þá verða sjálfstæðir atvinnurekendur og tækifæri til þess og auk þess eru konur þá ekki að semja alltaf við einn atvinnuveitanda, ríkið. Og það óásættanlegt að ríkið sé raunverulega að reka allar þessar einingar. Þannig að ég held að þetta sé stærsta og mesta tækifærið næstu ára fyrir konur, bæði sem atvinnurekendur eigin og einnig þá að vera að semja við maður og mann við einhvern í staðan fyrir að vera að semja alltaf mörg þúsundir saman við einn aðila.